Jæja, góðan daginn. Herri, í þessum fyrirlestri ætlum við að fjalla aðeins lateral ökklatognanir og meðfylgjandi óstöðuleika í ökkla. Á bestu glærum. Herri, aðeins bara til að skerpa á, rifja upp hvert er grunn hlutverk fótarins. Og hér eru við rauninni, sko, við hugsum hann svona ökkla og fótlegginn pínu saman sem svona eitt stórt segment og þá saman má segja að við erum hann að hugsa líka eins um framfótinn og miðfótinn og allt þetta dót hann fyrir neðan hér. En í grunninn þá má segja í rauninni að þetta, ef við hugsum eins og við segja þetta sem eitt stórt segment, að það hefur hlutverk að vera hreyfanlegt, en samt sem áður þarf þetta segment að vera stöðugt á sama tíma til þess að veita í rauninni ákveðin stöðuleika til þess að liðamót og vöðvar og dót fyrir ofan geti unnið eins og það á að vinna. Og við tölum gjarnan að einmitt fótleggur og ökkli hafi þrjú grunnhlutverk og það er dempun við göngu, hlaup og hopp og aðlugun að ójöfnu undirlagi. Og þá erum við sérstaklega að hugsa framfótinn og miðfótinn og svefntalalið þar sem við náum að aðlaga í rauninni stöðu fótarins að því hvort við séum að ganga á sandi, malbiki, hrauni, hver sem okkur dettur í hug. Annað hlutverk er í rauninni fráspyrnan við göngu, hlaup og hopp og þriðja hlutverki er þessi stöðuleiki og stuðningur og það í rauninni að ná að halda okkur stöðugum og í góðu jafnvægi í standandi stöðu. En það sem er sérstakt nefnt við ökklaliðin að svona miða við aðra þungaberandi liðin svona nýja mjög, þá fer hvað mest þungaberandi álag á ökkla. Þá sérstaklega miða við þvermál, hversu stór í rauninni snertifluturinn í liðamótunum er. Þannig að það er ansi mikil vinna sem á sér stað þarna. Og við skerpum aðeins á anatómíunni þá sérstaklega út frá svona það sem við erum að tala stöðuleika og þessar liðbandatognanir að þess að rifja upp í raun og veru hverjir eru svona helstu sökudólganir, ef við getum orðað þannig, hvaða struktúrur eru það sem verða fyrir áverka. Við byrjum í rauninni hérna á myndinni hægra megin lateral, þá erum við að tala anteriotal og fibula liðbandinu sem liggur hérna framavert frá í rauninni frá svona, hvað ég segja, ofalegum parti á talus og upp á fíbuluna og hins vegar erum við að tala kalkan og fíbula liðbandi sem liggur hérna frá hælbeinu upp að í rauninni neðsta partinum á fíbulunni. Þessi tvö liðbönd eru svona þau sem verða helst fyrir áverki hérna við lateral ökklatognanir. En það má hins vegar, við megum ekki gleyma að hugsa í rauninni deltoid liðbandið sem liggur þá hérna medialt, sem er í raun og veru splittað upp í fjögur liðbönd, en í svona heildsinu köllum við þetta deltoid liðbandið og við erum með dýpri partinn, þá erum við með posterior tibio tala liðbandið sem liggur eins og nafnið gefur til kynna frá tíbíu og yfir á talusin, svo erum við með anterior tibio tala liðbandið. Svo erum við með í grynnra kompartmentinu, þá erum við tíbíu og kalkanu liðbandi sem liggur þá frá, eins og nafnið gefur til kynna sömuleiðis frá kalkanu, svo eru tíbíu og navikula liðbandið sem er frá navikulabeininu upp á tíbíuna. En saman eins og ég segi er þetta deltoid liðbandið og er í rauninni talsvert sterkara heldur liðböndin þarna utanvert, enda er það miklu algengara að við séum að misti okkur og togna þá er henni lateralt. En lateral ökklatognanir, þetta er ein algengustu útlimameiðslin og í raun og veru held ég við getum sagt að þetta séu algengustu líka íþróttatengdu meiðsl. Og eitt svona af stærri málum svona útlimalega séð sem koma til dæmis inn á slysadeildir og bráðamóttöku. Og þegar rannsóknir hafa verið að skoða í rauninni hversu algengt þetta er, þá hefur svona verið í að því að það sé í raun og veru bara 50% af þeim sem mistiði sig lateralt sem leiti sér aðstofar. Að það má leiða hugan að því hvort algengi sé ekki í raun bara talsvert hærra heldur en rannsóknir hafa sýnt.
En það hefur verið gefið til kynna sömuleiðis að tíðnin sé alltaf 23.000 tilfelli á dag þá í stórum löndum eins og í Bandaríkjunum, sko, sem er nú ansi margir, sko. En áverkamekanismin, og það er eins og við höfum talað um í sögutökina, svo sterkt að geta fengið vísbendingar ef fólk er með á hreinu hvað gerðist. En áverkamekanismin hér fyrir lateral ökklatóknun er þessi kröftuga plantaflexion og inversion staðar. Við eins og við sjáum fyrir ykkur beiglum fótinn undir okkur. Og aftur ef við hugsum aðeins í rauninni framhaldi af anatómi pælingunum hérna áðan að hugsa hvaða struktúrur það eru sem verða fyrir, sem er algengast að verða fyrir skaða, þá erum við að tala um anterior tala og fíbula liðbandið. Það er algengast að slíta eða togna þá, það þarf minnst álag til þess að í rauninni rífa það á öllum liðböndunum í ökklum. Næst og eftir því kemur kalkon og fíbula liðbandið sem er í rauninni hér eins og við nefndum frá utanveru hælbeininu upp á fíbuluna. Að þessi tvö það er lang algengast að þau verði fyrir hnjaski. Að það sem má hins vegar ekki gleyma þegar við erum að vinna með einhvern veginn að skoða sem hefur mistið þessi lateralt, að við megum ekki gleyma því að hugsa mögulega áverka medialt, eins og við sjáum á myndinni hérna niðri vinstri megin, út að það er og svona kannski 1,4, 1,5 með þær tölur sem maður hefur séð sem fær kompressjón áverka og beinmar þar að myndi á talusin og stundum tíbíuna með, eins og maður sér, ef við sjáum hérna á þessari MRI-mynd. Og þá ef þið sjáu þetta fyrir ykkur, ef einhver mistiður sér lateralt, þá náttúrulega verður ákveðin í rauninni samþjöppunar áverki hérna á hinn partner sem nálgast hvort annan. Þetta er svona pínu eins og áverkamekanismin í krossbandaslitum þegar fólk fær þetta kröftuga valgursálag, það tognar á MCL og þá nálgast struktúrarnir lateralt og við getum fengið beinmar í lateral tibiokondylin eða epikondylin lateral femurkondylin, sko. Þannig að það er svona svipaður í rauninni áverkamekanismi hér, þá tognar öðrum megin og verður þá compression áverki og mögulega beinmar hinn megin. Þannig að við þurfum aðeins leiða hugan að þessu og þetta geti gefið aðeins verið svona ákveðin þáttur sem hefur svona forspárgildi fyrir það að kannski verður gangur meðferðar aðeins hægari og fólk verður lengur með verki, mögulega aðeins meiri tilhneiging til þess að hafa skerta dorsiflexón sem við munum aðeins tala um líka síðar og mikilvægi þess. En fyrst og fremst bara að vera vakandi fyrir því að þetta er ekki bara, er mögulega ekki bara áverki þarna lateralt. En ef við hugsum aðeins skoðun og súmurum aðeins upp það sem við höfum nefnt í tímunum líka að þarna góð og skýr saga er ofboðslega mikil. Það er hveitið og sykurinn í kökuna okkar. Við segjum það ekki, góð vísa er aldrei of oft kveðin, eins og maður segir, að vera bara góð og skýr í því þegar við erum að tala við fólk, fá hvað getur sagt, fá mikilvæga upplýsingarna fram. Og hér er þetta alveg líka mikilvægt að fá að vita er þetta fyrsta sinn sem viðkomandi er að mistiða sig eða er þetta endurtekið efni, hefur viðkomandi lent í þessu oft áður og það getur þá kannski gefa okkur einhverju vísbendingar að mögulega er bara einhver undirliggjandi óstöðuleiki til staðar sem við þurfum að tækla. Magn bólgu getur gefið til kynna náttúrulega bara erum að tala um típu 1, 2 eða 3 af liðbanda áverkanum og sömuleiðis hefur ákveðið forspárgildi fyrir tíma sem viðkomandi er frá, sérstaklega í íþróttum, ef maður stokkbólgin og marinn og svoleiðis, þá getur það gefið til kynna að þetta mun taka þess lengri tíma. Við þurfum að horfa alltaf á bara hreyfigetuna, hvernig til þess að meta alvarleika áverkans getur viðkomandi hreyft fótinn, þá náttúrulega byrjum við bara í raun og veru liggjandi á bakinu, sjáum hvernig bara aktív hreyfigeta er án þess að vera í þungabeðandi stöðu. En svo förum við í raun að skoða líka sérstaklega við ætlum að meta mögulega í rauninni hefur viðkomandi kannski brotið í sér beini. Þá segir
okkur í rauninni hvort viðkomandi geti stigið í fótinn segir okkur ansi mikið sko. Og svo í takt við það sem við vorum að tala um á, hvar eru verkirni? Eru þeir meira lateral, eru þeir framan til, hérna þó yfir aftur tala og fíbúlaliðbandinu, eða liggja þeir meira aftan til við í rauninni fíbúlari sinarnar eða kalkan og fíbúlaliðbandi, eða liggja einkennin meira medial. Þannig að þetta er allt sem er svona atriði sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að skoða viðkomandi. Og varðandi einmitt það hvort viðkomandi hafi mögulega hreinlega ökklabrotnað eða brotið einhver bein í fætinum með ökklanum, þá er í rauninni þetta fyrirbæri sem við köllum Ottawa Ankle Rules. Þetta er mjög gott klínískt verkfæri sem er notað til þess að meta þörf á röntgenmynd. Ef við erum með einhvern sem er mistið í sig lateralt og okkur grunnar mögulega að viðkomandi hafi brotnað, þá hugsaum við að það er mikið mjúkvefja, bólga og viðkomandi á með að stíga í fótinn og svoleiðis sko. En þetta í rauninni er splittað upp í ákveðum þreifingaparta, og þá ef við horfum á vinstum við lateral, þannig að ef viðkomandi er með þreifi eymsli upp eftir fíbúlunum, þá 6 cm upp frá medial lateral malleolsnum, og þreifi eymsli yfir 5. basis á 5. metakarpabeinu. Þannig að við sjáum það talað um að röntgenmynd er að þörf á röntgenmynd einungis ef það er verkur yfir malleólasvæðinu og basis á 5. metakarpal og viðkomandi getur ekki stigið í fótinn. Og svo er annar partur af þessu að við þurfum að taka mynd af fætinum ef það er í rauninni þreifi eymsli yfir navikúlarbeininu og, nei fyrirgefðu, ég er að rugla þessu saman, það er í lateral, ef við hugsaum um ökklabrótið, þá erum við að tala um ef það er þreifi eymsli yfir A og B. En ef við viljum fá röntgenmynd af fætinum, þá erum við að tala um það að þreifi eymsli hér yfir basis á 5. metakarpabeininu og navikúlarbeininu. Og sömuleiðis viðkomandi getur ekki stigið í fótinn og sett þunga á. Þetta klíníska verkfæri hefur reynst ansi gott, og rannsóknir hafa sýnt að það hefur nánast 100% sensitivity, og við rifjum það aðeins upp að í rauninni próf sem hefur hátt sensitivity er mjög gott í að greina jákvæða, og þar af leiðandi getum við treyst því að ef einhver er neikvæður á prófi sem er gott í að greina jákvæða, þá er ansi mikla líkur á því að við komum til sé neikvæður. Þannig að ef við sjáum eitthvað sem hefur mistið í sig lateralt og er ekki þreifi aumur hér upp eftir 6 cm upp eftir lateral malleolus og upp eftir fíbúlunni, og sama ekki þreifi aumur medialt yfir medial malleolus og 6 cm upp eftir tíbíunni, þá eru nánast enga líkur á því að viðkomandi hafi ökklabrotnað, út frá því sem við höfum séð varðandi í rauninni gæði á Ottawa Ankle Rules til þess að meta hvort þessi grunur brot. Við getum lagt mikið traust á það að niðurstöðurnar séu réttar. Þannig að hafið þetta endilega í huga svona þegar, sérstaklega til dæmis ef þið er að vinna í íþróttaleikjum eða eitthvað svoleiðis og það er einhver sem mistigur sig og er ansi verkjaðir. En svo höldum svona aðeins áfram með þessar skoðunarpælingar, og þá áfram við erum búin að fara í gegnum söguna, búin að sjá fótinn, búin að fara í gegnum svona þessa hreyfigetu, ekki þungabundið stöðu, og viljum alltaf áfram sjá, halda áfram að bæta í bankan okkar til þess að styrkja í rauninni þá kenningu sem við höfum. Þá getum við farið í gegnum færniprófi, svo single leg balance test, þess að fólk stendur einfalda bara öðrum fæti inn, og þar erum við að horfa á bara hversu stabil er fóturinn, og það er eitthvað sem við fórum einmitt þarna yfir
í verklega tímanum og aðal sérprófið okkar er anterior drawer test of the ankle og það er sérstaklega þar erum við sérstaklega að skoða í rauninu hvort anterior tal- og fíbúlarliðbandið og mögulega líka kalkan og fíbúlarliðbandið hafi slitnað og þetta er náttúrulega ákveðið liðspil, þarna erum við bara að meta er aukið anterior glide í ökklaliðnum en það er einmitt hreyfing sem þessi fyrrnefndu liðbönd halda á móti. Svo getum við farið í rauninni þungaberandi dorsiflexion stöður eins og split squat eða weight bearing lunge þess sem er hérna á myndin til þess að sjá bara hvernig er þungaberandi hreyfigeta inn í dorsiflexion stöðuna. Hún er óbúslega mikilvæg að hafa fullnægjandi dorsiflexion er óbúslega mikilvægt fyrir stöðuleika í ökklanum eins og við munum aðeins að skerpa á eftir sko. Það munar bara í skoðun okkar við erum að framkvæma alltaf ákveðin fjölda af atriðum sem saman, þegar við leggja saman styrkja kenningun okkar sem við höfum. En þá er það að meðferðar möguleikum, bara eins og í öllum meðferðum, þá er það bara persónubundið og byggist náttúrulega á í raun bæði skaðanum og kröfum og óskum skjólstæðings. Hvað vill viðkomandi geta gert? Er þetta fyrsta skipti sem hefur mistið sig eða er þetta þriðja, fjóra, fimmta? Og í þessu það sem við erum að skoða í rauninni styrk, hreyfigetu, jafnvægi og allt þetta, þá erum við að reyna að pinpointa út einhverja veikleika sem við hugsum, ok, við vinnum á veikleikum, gerum þetta meira optimalega við slettum, mun viðkomandi þá standa, mun hann geta staðið sér betur í færni og þeim aðtöfnum sem hann vil raunin gera. Við þurfum að skoða, er skortur á styrk og þá getum við farið við getum skoða styrkin í kálfavöðunum með maxfjölda á singuleg kálfaliftum, farið gegnum eversjónvöðuna, hvernig styrkunni inversjónvöðunum og þá sama eins og í singuleg balance test þá erum við að skoða jafnvægi, við erum að skoða jafnvægi líka í splittkjaftstöðunni, er einhver skerðing þar, myndum við vilja vinna á því, er rómskerðing þá sérstaklega eins og með eftir endurtekin saga er skerðing í dorsiflexion, þurfum við að reyna að vinna á því, en svo líka stór partur er bara sjálfströstið. Er hræðsla til staðar. Það er svona klassið sem þú til dæmis núna þegar það er að koma vetur og það kemur hálka og svoleiðis og þá, þetta er svona tíminn sem fólk er að detta á ökklabrjóta sig, segi ég. Þá er oft svona klassist að þegar fólk er búið að jafna sig komið á gifsinu eða búið að losna á hækjunu að það er skítrætt við að fara aftur út þegar það er hálka, sérstaklega kannski eldra fólki. Það má ekki í raun og veru gleyma því að eins og við kallaðum þetta á ensku psychological readiness hefur óbúslega mikið að segja með í rauninu hvernig fólk upplifir sig að það sé tilbúið að fara aftur á staði að gera eitthvað. Það er eitthvað sem við þurfum þá í rauninu að reyna að snerta á líka í endurhæfingunni. En það er aftur þetta bara að kortleggja viðkomandi vel, nota öll þessi atriði sem við höfum talað í tímanum og reyna að finna hvar eru mögulegir veikleikar sem skipta máli og snerta á þeim. Skoða styrking, skoða jafnvægi, rómskerðing, sjálfstraustið og allt þetta. En ef við hugsum aðeins en ef við erum að díla við í rauninni einstakling sem er ítrekkað eða endurtekið að mistiga sig, þá er óbúslega mikilvægt að skoða mögulega skert dorsiflexion og þá getum við snert að sér á af hverju skerðing á dorsiflexion skiptir máli og getur valdið því að fólk sé að mistiga sig aftur. Og það er einfaldlega þannig að í dorsiflexion stöðu, ef við horfum á myndina hérna vinstra megin, stærstur snertiflöturinn á milli tibíu, fíbula og talus. Þá einfaldlega bara langmestur stöðuleikinn í liðnum og hann ef við getum orðað þannig að ökklinn læstur hérna. Öfugt miðað við ef við horfum á myndina hérna hægra megin, ef við erum í plantarflexion stöðu þá einfaldlega glætar talusinn fram á við og minni partur af talus í snertingu við tibíun og fíbulum. Þetta er ástæðin, svona mekaníska ástæðin af hverju við erum viðkvæmari í plantarflexion stöðum þegar einfaldlega bara
Það er, eins og talur sem situr ekki jafn vel inn í ökklaliðnum sjálfum. Það er svona svo óbúslega mikilvægt aftur við fyrir mingar vinstarmenn við komumst í þessa góðu þungaberindi dorsiflexum þannig að stöðuleikin snertiflutur og milli bein endana er sem mestur og það er sem erfiðast fyrir okkur að misti okkur. Þannig að ef maður hugsaður um statískan stöðuleika og dýnamískan stöðuleika, statísku stöðuleiki verandi í rauninu stöðuleiki sem kemur frá einmitt bein endanum og snertingu beinendan, þá er statísku stöðuleiki hvað mestur hér. Þegar þeir eru bara þakið og talur sem við getum að kalla það þannig og tíbjón og fíbjón eru hvað í mestri snerting. Þess vegna er óbúslega mikilvægt fyrir okkur ef fólk er með sögum endurteknar lateral tognar að skoða er dorsiflexionum skert og er það mögulega ástæði fyrir okkur fólk er að miðstíga sig aftur og aftur. En ef við tökum þetta saman hennar stutta fyrirlestur lateral ökklatognanir þá eru þetta ein algengustu neðri útlima meiðsli, bæði sem koma inn á bráðamóttöku og slysadeildir og það sem við sjáum í íþróttum og mjög algengt að sjúkraþjálfarar séu að glíma við þessi vandamál með skjólstæðingu sínum. Anterior og fíbúlaliðbandi og kalkan og fíbúlaliðbandin eru þau sem verða hvað helst fyrir áhættu en við megum þá ekki í rauninni gleyma að beinmarið getur mögulega komið medialt og talusinn eða í rauninni botnin á tíbjunni. Ottawa ankle reglunar eru gott og traust klínist verkfæri til þess að meta þörf á röntgenmynd ef það er einhver grunur að viðkomandi hafi brotnað. Þá munum við að það snýst þreifiæxli yfir eins og fyrir ökkla, mögulegt ökklubrot, þá snýst þetta þreifiæxli yfir lateral og medial malleolus og 6 cm upp og ef okkur grunar að viðkomandi hafi brotið fótinn, þá erum við að skoða þreifiæxli yfir basis á 5. metatarsal og yfir navikulabeinin. Og þetta hefur mjög hátt sensitivity þannig að ef einhver er neikvæður á þessu prófi er ekki með þreifiæxli yfir finnjandi stöðum, þá er ansið litla líkur á því að viðkomandi hefur brotið, þá getum við metið að þannig það er ekki þörf á röntgenmynd. Þannig að hér er aðal fókusinn á rauninni fyrir þetta að minnka í rauninni draga úr óþarfa röntgenmyndum sem eru teknar. En meðferðin við þessu, þannig að það skiptir sagan óbúslega miklu máli. Þetta í fyrsta skiptið er þetta endurtekið efni. Við þurfum að bara kortleggja hvar eru veikleikarnir í stöðuleikanum, er það mögulega í styrknum, í fíbularsvöðunum, skipta kálavöðunni einhverju máli, er skert dorsiflexum eins og við vorum að snerta á og gæti það mögulega valdið því að viðkomandi sé að lendi í þessu aftur og aftur. Og eins og við nefndum líka sjálfstrausti skiptir óbúslega miklu máli að við snertum á því, sérstaklega kannski á eldra fólki sem þorir ekki að fara út að ganga og svoleiðis yfir vetrartímann út af því að hrætt við að miðstíga sig og slasa sig aftur. Þessi atriði við þurfum kannski snert á því einmitt í endurhæfinguna aðeins að ögra fólki setja því í krefjandi aðstæður þegar við erum að æfa jafnvægi og göngu og svoleiðis. Og við megum kannski lokapunktum, við megum ekki vanmeta áhrif, þetta svona virðist kannski vera einfaldur og saklaus áverki en getur haft alveg óbúslega mikil áhrif á í rauninni virkni fólks og það er eitthvað sem við þurfum sérstaklega að hafa í huga. Takk fyrir, meira var það ekki að sinni.